Umsjónarmaður Birgir Þór Bragason. Motorsport á Stöð 2. Í boði Toyota. Táknum gæði. Sonax bílabón. Mest selda bón á Íslandi. Komið sæl, Birgir Þór heiti ég og þið eru að horfa á þáttinn Toyota Motorsport hér á Stöð 2. Efni þáttarins í kvöld, þriðja umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri sem framfór á Egilsstöðum á laugardaginn var. Það voru margir keppendur, keppnin löng, hófst klukkan 1 og henni var lokið klukkan 18:30. Tilþrifin voru mikil, úrslit óvænt og staðan í Íslandsmótinu er spennandi. Við hefjum leikinn í fyrstu þraut og hér er það Ásgeir Jamil Allansson á Nesquik-skutlunni sem fer fyrstur. Þrautir á Egilsstöðum voru talsvert langar og mörg dekk sem afmörkuðu leiðina. Þannig að það var von á því að menn fengju margar og miklar refsingar. Og eins og sjá má að þá rigndi í upphafi. En það var nú kannski bara gott að blessa til þess að losna við rykið sem oft er í gryfjónum á Egilsstöðum. En hér er Ásgeir búinn að ná sér í 20 refsistig þarna áðan. Og hér fær hann sennilega 50 í viðbót og aftur 50. Hann lýkur þrautinni en fær 90 refsistig, 210 stig. Og þá er að Viðar G. Sigþórsson frá Akureyri á þvottagrindinni. Þetta er svolítið þungur bíll og svolítið hár frá jörðum. Þannig að þyngdarpunkturinn er tiltölulega hár, þannig að hann þolir ekki hliðarhallan jafn vel eins og aðrir sem oft endar með þessu. Margir keppendana hafa gert það að þeir hafa lækkað vélarnar og gírkassana í bílunum sínum. Meðal annars Haraldur Pétursson, Íslandsmeistari frá í fyrra og hitt í fyrra. Og þar að við Haraldur kominn hér með plastyfirbyggingum sem er í stíl við Musso eins og þessi bíl heitir. Haraldur alltaf mjög ákveðinn og hér fer hann langt niður fyrir en ég átti samtal við Einar Gunnlaugsson þetta atriði og hann sagði að brautarstjórinn sem sá lagði brautirnar, Þórir Sjött, gamalreyndur keppandi hafði ákveðið það að menn mættu fara þarna niður fyrir þetta dekk svo framalega sem þeir kemur inn í brautina aftur og fær ekki alla leið niður á jafnsléttu. Það var Pétur Pétursson úr Garðabæ. Áræðinn og nokkuð ákveðinn keppandi og eins og sjá má er hann kominn á mjög öflug dekk, jafn öflug og þeir bestu undanfarin ár, svo kallaðir ausur. Nú hann ekur flugunni og hefur oft á tíðum átt í vandræði með bílinn, lenti því að það hefur bilað hjá honum. Og hann getur kannski ekki alveg alltaf treyst á allt aflið, hann fær hér 120 stig í mínus en 220 fyrir hæðina, þannig að hann fær 100 stig hér fyrir fyrstu þraut. Það var Gísli G. Jónsson og hann er kominn á nýjan bíl. Hann er búinn að endursmíða bílinn frá grunni, það er að segja alla bygginguna sem að heldur hjólabúnaði, vél og girkassa á sínum stað, grindina svokölluðum. Og þar að auki er hann kominn með gamalkunnugt útlit, kókómjólkina og það sem eftir er sumars mun þessi bíl heita því nafni, kókómjólkin. Það hefur áður fært Gísla gott gengi að vera með kókómjólkina. Hann var Íslandsmeistari 93, var í öðru sæti 94, 5 og 6 og þá var Einar Gunnlaugsson á Nordek-drekanum. Hann sigraði í fyrstu umferðinni á heimavelli á Akureyri, Greifatorfærunni. Hann tók það til ráðs fyrir þessa keppni að skipta ventlagorma vegna þess að honum fannst að vélinn snerist ekki nóg. Náði ekki nema 7000 snúningum en aflið er þar fyrir ofan þannig að hann þurfti að hækka snúningin af vélinni og til þess þá þurfti hann að skipta ventlagorma en þarna lenti hann hins vegar í því að bíllinn drap á sér sökum þess að blöndungurinn í bílnum þoldi ekki svona hliðarhalla svona lengi og eða bensínþrýstingur var ekki nægur. Hér er
það skipstjórinn Gunnar Egilsson með 170 stig. Og það er Ingi Már Björnsson á mörnum, kemur frá Vík í Mýrdal. Ingi Már hefur átt svona misjöfnum gengi að fagna í keppnum það sem af er ársins. Lenti í 7. sæti á Akureyri og 7. sæti í annarri umferð. Hér fer hann laglega yfir öxlina. Og ekki alla leið. 230 stig fyrir hæðina, 110 stig alls. Og þá er það Ragnar Skúlason sem lenti í öðru sæti í fyrstu umferðinni á Akureyri. Hann ekur gula kafbátnum. Lenti í 7. sæti í annar umferð en öðru sæti í fyrstu umferð. Þannig að hann var með ágætu stöðu í Íslandsmótinu fyrir þessa keppni. Og eins og sjá má fer hann niður fyrir eins og Haraldur Pétursson og fleiri hafa gert en missir bílinn hér aftur fyrir sig. Fær 170 stig og varð að hætta hér keppni vegna bílana. Þannig að hann fekk aðeins 2 stig í Íslandsmótinu. Að þessu sinni Ásgeir Jamil Allansson er fyrstur ásamt Haraldi Pétursinni eftir fyrstu umferð, báðir með 210 stig. Þá koma Gunnar Egilsson og Ragnar Skúlason með 170, en Ragnar Skúlason hættur keppni. Viðar Sigþórsson þar í 5. sæti. Þraut nr. 2, hún hófst á sama stað eins og fyrsta þraut og þá var komið sólskinn. En þessari þraut lauk eins og er hér út með hlíðinni. Það er að fara upp fyrir þetta dekk. Og síðan kom vinstri beygja upp á bakkan og hægri beygja og þar átt að fara yfir 1 hól. Hér fær Haraldur Pétursson ekki með 130 stig. Haraldur hikandi hér í þessari keppni, allavega það sem af er. Og Pétur, 20 stig mínus þarna, vel gert hjá honum samt. Og laglegt en aftur 20 stig, 40 stig mínus komin hér. Nú er að halda ferðinni upp á bakkan þarna og síðan til hægri og alla leið. Moldar bara eftir þarna. Þarna þarf smá ferð til þess að það takist og hún er ekki fyrir hendi. 240 fyrir hæðina en 140 refsistig. Að lokinni þessari annari þraut var Pétur Pétursson í 8. sæti með 200 stig. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Hefur númer 2 á bílnum sem þýðir það að hann lenti í öðru sæti í Íslandsmótinu í fyrra. Tekur dekkið hér grólega, 50 refsingu þarna. Já. Nei! Á stoppar á kviðinu þarna. Aðeins 120 stig, 260 alls. Af 600 mögulegum eftir 2 þrautir. Það er ekki há stigatalan sem að keppendur eru að fá hér. Einar tekur hér dekk á 20. Og situr svo fastur eða hvað. Bakkar en tapar 40 stigum og sjáuði afnum. Og síðan kemur einhver sprenging. Hann átti við þessar sprengingar að glíma. Það sem að gerist þarna er það að það kveiknar í bensíni sem er í sogreininni sem er á milli vélarinnar og blöndungs og síðan springur út í gegnum blöndungin og í blöndungnum eru spjöld sem eru svolítið veik fyrir svona sprengingum og eiga það til að bogna. Þannig að þetta er mjög vont, þetta eru svokallaðar mikrosprengingar. Gunnar Egilsson, sjáðu, hann fyrir upp á bakkan langt fyrir utan hliðið til þess að taka dekkið þarna og fær 100 í mínus. Hann ætlaði sig greinilega að fara alla leið en hann stoppar hérna. Þar fara 40 stig. Hugsunin á bakvið þetta var það að taka á sig 100 stiga refsingu þarna. Fresta þess að komast alla leið. Hann fær 300 stig en hann fær 195 stig í mínus. Þannig að hann fær ekki nema 105 stig þrátt fyrir góða tilburði. Þá er það Páll Þormar, skáldið. Hann fer hér niður fyrir. Hann átti ekki góðu gengi að fagna í þessari keppni og hafnaði að lokum í 10. sæti í keppninni. Það var það Ingi Már á Caterpillar trukknum. Ingi Már og Pétur Pétursson eru
tiltölulega nýbyrjaður í torfærinu. Laglega gert og svo bara að klára þetta. Nei, þetta erfitt þetta síðasta bar hérna, 150 stig. 260 alls eftir 2 þrautir. Það var Sigurður Axelsson á AEG bílnum. Hann velti í næst síðustu þraut á Akureyri, í Jósefsdal ætlaði nú að segja, og skemmdi yfirbygginguna að aftan, en hann er greinilega búinn að koma henni í lag. Gríðarlega öflugur bíl hjá honum. Og hann hefur ekki alveg stjórnað því sem hann er að gera hér, 160 stig, 280 alls. Þá er það Ásgeir Jamil, var í forustunni ásamt Haraldi Pétursinni eftir fyrstu þraut með 210 stig. Stiginu sinna. Freistar svona hálfpartinn að fara sömulegur Gunnar Egilsson þarna, en missir stjórnánum og fer hér út fyrir og er ekki par ánægður með þetta. Og lemur hér í stýrið því til staðfestingar. Og staðan eftir 2 þrautir, Haraldur Pétursson kominn í fyrsta sæti, 340 stig, 20 stigum meir en Ásgeir Jamil Allansson. Sigurður Axelsson í 3., Gunnar Egilsson í 4. og Gísli Gunnar Jónsson í 5. sæti með 260 stig. Bara þraut nummer 3. Koma hér niður þessa kvos og síðan í vinstri beygja sem reyndist mörgum erfið. Haraldur bakkar, þar eru þannig 40 stig. Það er þetta spurning hvort menn eiga að bakka eða taka dekkið sem er fyrir framann, reyna það á 20 og síðan fer Haraldur allarleginn upp en hittir ekki á endahliðið. Hann sagði mér hann hefði bara gleymt því að endahliðið var aðeins til vinstri þarna upp á bakkanum. Þannig að Haraldur fékk ekki nema 190 stig fyrir þrautina. Í stað þess að krækja sér þarna í svo sem eins og 260 stig. Pétur. Og hann er með fullri rænu og fer í gegnum endahliðið. Það er aðeins 30 refsistig, 270 stig, vel gert hjá honum. Gísli Gunnar Jónsson á kókumjólkinni. Það er svolítið erfitt að fá þessa bíla til þess að beygja vel. Það er mjög búið að styrkja og gera öflugan búnaðinn sem heldur framhjólunum. Og það takmarkar hins vegar möguleika á því að hafa bílinn í beygju og hér missir Gísli bílinn úr gír. Tekur ekki eftir því og skilur ekkert í því hvað gerðist. En Gísli fekk ekki mörg stig hérna og Gísli hrapaði niður í 9. sæti hér með 160 stig fyrir þessa þraut. Það var Einar Gunnlaugsson. Bæði Gísli og Einar í vandræðum hérna í þessari keppni. Þeir hafa verið í slagnum Íslandsmeistaratitilinn síðastliðin 4 ár. En Einar fær 250 stig hérna. Og Einar er þá í 7. sæti. Það var Gunnar Egilsson. Læddist upp í 3. sæti, bæði í 1. og 2. umferð. Freistaði þess að sleppa því að bakka hérna og tapa þar með 40 stigum en lendir síðan út fyrir hér og fær fullt af mínustigum, bæði fyrir að bakka og fara rólega fyrir utan hliðið og þið sjáu það 140 mínustig, aðeins 160 stig. Þetta var dýrt hjá honum. Þá var það Ingi Már Björnsson. Ég bist velvirðingar á því að sumar af þessum myndum eru ekki alveg hreint eins og það er eiga að vera en það er hægt að rekja það til þess að önnur myndavélin okkar lenti í smá skakkaföllum þarna og réð ekki alveg við birtuskilirinn sem voru þarna en því voru kippt í liðin fyrir næstu keppni. Sigurður Axelsson. Sjáum það að þeir reyna allir og verða allir að taka það ákvörðun að bakka. Hér vantar Sigur hraðan, nei, hann læði sér allarleið upp á 225 stig. Og Ásgeir Jamil. Hann nær þessari beygju án þess að bakka og upp á og í gegn á 300 stigum. Stórglæsilega gert hjá honum. 300 stig fyrir þrautina, betur en nokkur annar. Fullt úr stiga fyrir þessa þraut og Viðar Sigþórsson nær beyginni líka en fer við dekkið þarna og tapar 50 stigum.
síðan er bara að klára þetta, 225 stig. Og staðan eftir 3 þrautir, Ásgeir Jamil Allansson öruggur í fyrsta sætinu með 90 stiga forskot á Harald Pétursson, Ingi Már í 3. sæti, Sigurður Axelsson í 4. sæti og Viðarki Sigþórsson í 5. sæti. 4. þraut og þar sjáum við Gísla Gunnar Jónsson fyrstan. Og það var nokkuð svipað. Þannig að urðu menn að bakka til að ná réttri stefnu upp á þennan hól sem Gísla er að fara upp á hérna. Þar eru 2 dekk sem reyndust Gísla erfið og dýr í þessu tilfelli. Hann fikk 100 refsistig þarna upp á hólnum, braut vinstri öxul og gat því ekki haldið áfram við sína tilraun í þessari þraut og fekk 0 stig. 120 fyrir lengdina en 140 stig refsingu, 40 fyrir að bakka og síðan 100 fyrir að taka dekkin þarna upp á hólnum sem við sáum undir miðjan bíl. Ef hann hefði bara keyrt yfir þau, þá hefði hann ekki tapað með 40 stigum þar, en hann tapaði 100 og hér er Einar Gunnlaugsson, stopp. Hvað er að gerast í þessum tveimur? 50 stig fær hann og 500 stig alls. Gísli G. Jónsson féll niður í 11. sætið við þessa ólánsferð sem hann fór þarna. Og Gunnar ætlaði sér ekki refsingu á dekkjónum þarna en fer fyrir bragðið ekki alla leið upp og fær aðeins 50 stig. En Ingi Már, já, þetta er lítið mál. Síðan er bara að hanga í hliðarallanum og klára þetta hérna beint upp til vinstri. Nei, hann drepur hér á og fær aðeins 130 stig, átti eftir hérna síðasta spölinn. Sigurður Axelsson, bakkar ekki en tekur dekki á 50. Missir niður hraðan hérna og sviptur á kveðinum 40 stig. Allir þeir sem hafa verið í toppbaráttunni undanfarnar keppnir og undanfarin ár eru hér að gera hver mistökin á fætur öðrum og það gefur síðan þeim sem að hafa verið í 3. og 4. sæti möguleika á því að vera ofar. Hér fær Ásgeir Jamil Allansson aðeins 40 stig. Hann var í forystin áðan með 80 stiga forskot á næsta mann sem var Harald Pétursson. Og hann fer hér upp á. Og síðan að klára þetta. Ekki slá af. Nei, hann slæðir augnablik af, missir niður hraðan og í staðis að fara alla leið upp á og þá fær hann ekki nema 240 fyrir lengdina í staðin fyrir 300 og 160 út úr þrautinni. Og staðan er þá þannig að Haraldur skýst upp í 1. sæti með 690 stig, Ásgeir Jamil Allansson dettur niður í 2. sætið, Ingi Már er í 3., Sigurður Axelsson í 4. og Viðarki Sigþórsson í 5. sæti. 5. þraut. Og það er Pétur Pétursson sem fer hér fyrstur. Leiðin liggur þarna upp á barðið, síðan til vinstri og niður aftur og síðan þarf að ná hér vinstri beygju í mjög miklu hliðarhalla. Það gerir Pétur Pétursson mjög vel. Já, æ, 240 stig fyrir hæðina, 190 alls og Einar Gunnlaugsson. Og sjáu þetta, allt í einu þá er bíllinn ekki í gír eitt augnablik og hann missir allan hraða og fær ekki nema 60 stig hérna. Já, hérna þetta á eftir að galopna Íslandsmótið ef að menn halda svona áfram. Ingi Már. Hann þarf að halda óhika þarna fram að bakkanum og taka beygjuna strax og helst á pínulítilli hengjöf til þess að losna við að bakka og fara 40 stig og síðan tekur hann dekki þar að auki. Já. Nei, 220 stig fyrir hæðina, 150 stig, 800 alls. Það er Ásgeir Jamil Allansson. Já. Fór illa ráður sín í síðustu þraut, en er kominn mun lengra hérna. Við sjáum það leið og hann stígur á bremsuna, þá fyrir bílinn bara beint niður. Það verður að halda óhyggjað áfram. Bakki er 40 og síðan er dekki dýrt fyrir að fara til bíl og það tapast 50 stig.
efst í þessu 140 stig og 800 samtals. 800 stig rétt eins og Ingi Már Björnsson og þá það Haraldur. Það í forystunni hér í fyrir þessa þraut, 30 stiga forskot á Ásgeir Jamil. Hann ákveður það að bakka því að afturhjóli hefði ekki hangið inn í braut, þannig að hann hefði tapað 100 stigum þarna og Skarra tapað bara 90 stigum. Og svo vantar hjá honum eins og öðrum örlítið meiri hraða, 110 stig og hann líka með 800, þannig að þeir eru þrír þarna með 800 stig. Og þá ekki Gunnar Jónsson. Hann verður að fara að taka á sínum stóra, hann var í 11. sæti, ætlar hér að læðast og taka beygina strax sem fór allt og hægt og fær ekki nema 60 stig, situr fastur þarna á kviðnum. Við höfum nú séð þetta áður, hann tapaði í síðustu umferð og nákvæmlega sama hátt satt fastur á kviðnum. Haraldur Ásgeir og Ingi Már allir með 800 stig, Sigurður Axelsson í 4. sæti með 725 og Pétur Pétursson í 5. sæti með 680 stig. Og þá það Einar Gunnlaugsson. Hér á síðan að taka frjálsa beygju til vinstri og halda áfram, krossa brautina og fara upp á bakkan. Þraut sem að hefur verið keyrð undanfarin ár og það hefur enginn farið upp. Loka bakkan eins og Einar að fara að leggja í hér. Hér hafa menn alltaf spólað í þessu sandstáli sem að hér er. En Einar gerir sér lítið fyrir og fer alla leið en fær aðeins 220 stig. Ingi Már yfir öxlina, já. Síðan hefðum þurft að fara aðeins hærra upp í bakkan til þess að ná þessari beygju. Það var svo frjálst val fyrir þá þarna. En, já, hann hristir hausinn. Hann tapar hér 40 stigum á þessu bakki. Hver 40 stig eru dýr þegar að keppnin er jöfn. Og svo 50 stig á dekkinu þarna. Og síðan bara að halda áfram, klára þetta. Nei, hér vantaður lítið hraða, 120 stig, 920 alls. Hann var í 1. sætinu ásamt Ásgeir Jamil Allansinni áðan og Haraldi Pétursinni og Ásgeir lenti því að kviknaði bílnum hér á ráslínu fyrir þessa þraut. Eldurinn var slökktur, hann lagði af stað í brautina og athyglin var ekki við það sem hann átti að vera að gera og hann fær því aðeins 80 stig hérna. Og Haraldur. Klári hann, nei, hann bjargar sér nú bara hér frá falli, fær 70 stig. Þannig að það er, þeir þrír sem voru áðan í 1. sæti eru ekki vísir með sigur í þessari keppni. Pétur Pétursson. Hann var í topp 5 áðan og hann klikkar hérna líka. Þannig að þetta er kannski ekki svo slæmt fyrir forystusauði. Það var Gísli. Já, hann klórar sér niður bakkan, festist í botni og bara keyrir bara út í móa ef hann hefði ekki tekið hann gír. Reynir síðan að bjarga sér með bílnum alltaf fastur í botni og hann verður að hætta hérna aðeins 110 stig. Það á ekki að þeim að ganga. Ingi Már Björnsson enn efstur með 920 stig. Ásgeir Jamil Allarsson 880 og Haraldur Pétursson 870 þrátt fyrir að þessir voru að tiltölulega fá stig í síðustu þraut. 7. og næst síðasta þraut. Ingi Már Björnsson. Á það að velja að fara hérna alveg á bak við þennan hól og koma síðan yfir hann eða keyra eftir honum og hér kemur hann fram að heldur lengi af bremsunni og hann tapar stigum hérna, aðeins 140 stig. Þetta átti að vera einfalt að keyra bara áfram. Hann var í forystunni, Ásgeir Jamil, ekki hann. Já, hann er greinilega ekki alveg búinn að ná áttum hérna og hann fær ekki mörg stig hérna, aðeins 100 stig. Þannig að þetta galopnar topparáttuna. Haraldur Pétursson. Já, velur að fara á bak við hólinn og koma síðan niður og síðan er bara ein brekka eftir. Brekka sem var á sínum tíma ekki kleif. Og hún er ekki kleif fyrir Haraldi og hér lendir hann illa framan. Þetta er mjúk lending en hún er samt slæm og hann fær hásinguna upp í stýristæluna, þannig að stýristælan brotnaði, fór úr sambandi. Sjáðu Pétur fyrir hérna bara eftir bakkanum, það er gert hjá honum.
Góð lending og Haraldur átti mesta basli við að koma þessu í lag. Hann vantaði varahlut sem að kostar 150 til 200 krónur, búinn að vera á innkaupalistanum frá því fyrr eða snemma í vetur en hefur aldrei verið keyptur og hann reyndi að sjóða þann hlut en hann úr efni sem kallað pottur og slíkt efni ekki hægt að sjóða saman og þegar áreyndi síðar í tímaþrautinni þá gaf sá hlutur sig aftur og árangurinn í tímaþrautinni var 0. Það var það Gísli. Gísli var á tímabili í 12. sæti í keppninni hér á Egilsstöðum. Fær hér 280 stig og mikið klapp frá áhorfendum. Það var Einar Gunnarsson. Búinn að eiga við nítrósprengingar hér hvað eftir annað upp í Blöndunginn. Og situr síðan fastur hér. Ekkert afl í mótornum. Fær hans 130 stig og 910 alls eftir 7 þrautir af 2100 mögulegum. Gunnar Egilsson. Já, svo lítið grófur að dekkjónum þarna. Nú voru að sjá hvort að hann fer þarna alla leiðina upp. Hann gerir það laglega, hittir akkurat á miðjun á hliðinu, fær 250 stig, komið 975. Og hér er staðan fyrir síðustu þraut sem er tímaþraut. Ingimar Björnsson efstur með 1060 stig. Haraldur Pétursson í öðru sæti, búinn að vera þarna í toppbaráttunni allan tíman. Pétur Pétursson kominn upp í 3., Ásgeir í 4. og Gunnar Egilsson kominn í 5. sæti. Guðbjörn Óskarsson og bíl sem Þorsteinn Einarsson Grindavík hefur ekið fyrir sumar og hann gerir þannig glans í tímaþrautinni, fékk þar 240 stig en tapaði hins vegar 60 stigum og satt neðarlega þegar að úrslitalistin var skoðaður í keppninni. En hér er kominn Pétur Pétursson. Guðbjörn lenti í 11. sæti í keppninni. Pétur veit það að hann verður að ná góðum tíma og hann verður að treysta á það að aðrir keppendur sem eru þarna berjast fyrsta sætið náðu ekki mjög góðum tíma eða klára helst ekki tímabrautina. Aðalatriðið í tímabrautinni er að klára. Því annars fá menn bara prósentur af lélegasta tímanum eða lakasta árangrinum í tímabrautinni. Þannig að ef einhver fer ekki nema helminginn af tímabrautinni og 6 aðrir klára, þá fyrir 7. sætið fást 200 stig og þá fengi sá sem færi 50% ekki með 100 stig fyrir brautina. Þannig að aðalatriðið er að klára og það gerir Pétur Pétursson hér með glæsibrag og hann krækir sér í 250 stig, 1250 alls og vinnur sigur hér í fyrsta sinn á sínum keppnisferli. Stórglæsilega gert og hér er þá kominn Gísli Gunnar Jónsson. Hann var í 8. sæti fyrir þessa þraut. Hefur náð alveg fátanna góðum tökum á bílnum í tímaþrautum eftir þær breytingar sem hann gerði fyrir síðustu keppni. Náði þar 10% betri tíma heldur en aðrir keppendur. Bíllinn lá alveg eins og klessa og það gerir hann hér líka. Hann er að ná mjög góðum tíma. En hann hins vegar var að gera fullt af mistökum í þessari keppni og þess vegna var hann á tímabili í 12. sæti, í 11. sæti og fyrir síðustu þraut í 8. sæti. Og hann klárar hér þrautina, fekk 290 stig, 1140 og lenti í 3. sæti. Ásgeir Jamil Alnarsson lenti í öðru sætinu en Einar Gunnarsson sprengdi mótorinn hér á ráslínunni. Þannig að hér er úrslitin í 3. umferðinni sem framfór á Egilsstöðum. Pétur Pétursson sigraði, Ásgeir Jamil Alnarsson í öðru sæti, Gísli Gunnar Jónsson hófst sjálfan sig upp í 3. sætið, Ingimar var að láta sig 4. sætið, Linda og staðan í Íslandsmótinu er þannig að Haraldur Pétursson er efstur með 44 stig. Hann á möguleika á því að ná 73 stigum sem eru gulu tölurnar. Gísli Gunnar Jónsson á möguleika á 72, Einar Gunnarsson 71, Gunnar Egilsson 70 og Ásgeir Jamil Alnarsson 70. Og þessir hér eiga allir möguleika á titli. Það skýrist betur í 4. og næstsíðustu umferðinni sem fram fer á Akranes eftir 10 daga. Næstu helgi verður keppt í rally og í kvartmílu. Við sjáumst aftur þess að viku liðinni. Þangað til þá, bless bless.